Stuðmenn ætla að kalla saman bítlageslumennina sem gættu Ringo Starr í Allavík árið. Þeir ætla að slá upp bítlavöku á NASA á Laugardalskvöld og vonast til að Ringo renni á hljóðið, en hann verður gestur Yoko Ono á Íslandi helgina. Jón Örn Guðbjartsson segir frá þessu. Bítlunum Paul McCartney og Ringo Starr hefur verið boðið að vera við tendrun á friðarsúlu Yoko Ono í Viðey á afmælistegi John Lennon þann 9. október. Talsmaður Yoko varðist í dag allar að frétta af gestalista Yoko, en samkvæmt heimildum Stöðvar 2 er nánast örugt að bítladrimbillinn Ringo komið til landsins. Ekki er jafn víst að Paul McCartney láti sjá sig undir friðarsúlunni. Ringo var hér sumarið 1984 og landi sem kunnugt er húðir í félagi við stuðmenn í Hallormsstaðaskógi. Mér skilst hann búa Hótel Borg við Austurvöll, þannig að það er engin spurning að hann kemur til með að heyra óminn af bæði stuðmann og bítlalögunum yfir völlinn og hver veit nema renna á hljóðu eins og forðum í Allavík. Rúmur aldarfjórðungur er nú liðinn frá því Lennon féll fyrir hendi morðingja. Hefði Lennon lifað ætti hann í vændum að verða 67 ára gamall þann 9. október. Fjórði bítillinn og aðal gítarleikari sveitarinnar, George Harrison, lést árið 2001. Paul McCartney var hér aldamóta árið 2000 með fyrrverandi eiginkonu sinni, Heather Mills. Ekki fyrir sögum af matarást McCartney, en Ringo hefur einfaldan smekk. Nei, hann vildi bara ísu og kartöflur. Íslandsvinir allt saman.